Hugtakið Dillusund nokkuð þekkt hér á Akureyri, en það í höndum Dýrleifar Skjóldal sem allir þekkja sem Dillu, hér í innisundlauginni í Glerárskóla. Dillusund nafn sem að krakkarnir settu á sundæfingar hjá sundfélaginu Óðni, það sem ég kenni, hér í Glerárlaug. Og það stundum fjallað Dillusund sem sundæfingarnar og stundum sem bara sundlaugina yfir höfuð, Glerárlaug. Því ég búin að vera hérna svo lengi. Og í hverju felst þetta Dillusund? Það felst í því að koma, þetta sem sagt sundskóli Óðins sem starfræktur hér í Glerárlaug og með börn frá 4 ára og upp í svona 9 til 10 ára. Og svo líka einn hóp með krökkum með skilgreinda fötlun og þau eru ofta aðeins lengur, eldri þegar þau fara yfir, kannski orðnir táningar. En þetta sem sagt æfingar hjá sundfélaginu Óðni sem felast í því að kenna börnum að synda. Það sem sagt hérna hjá þér sem flest börn á Akureyri taka sín fyrstu sundtök? Já, dálítið stór hlut af þeim. Það svona 200 á ári sem ég með nú orðið. Og hvernig, þetta innilög, hvernig hendar hún til þessa sunds? Þetta besta laug á Akureyri, besta lindamál líka Akureyrar og það líka bara ágætt. En við sem njótum hennar, við njótum hennar vel og viljum alls ekki missa hana. Hvenær byrjaðir á þessu? Þetta 2005. veturinn minn, en ég var fyrsta veturinn upp í Akureyrarlaug inn í lauginni og flutti svo hingað yfir árið eftir og þá minni mig að ég hafi verið með 2 eða 3 hópa. Ég held að séu 11 í dag. Þannig að þetta orðin dálítið mikil vinna. Ég eiginlega hérna 5 daga vikunar frá rúmlega 3 til 6. Þegar þú kemur á leikskólanum? Já. Tek smá pásu á milli, kannski hálftíma. Þetta alltaf jafn gaman? Sumir dagar náttúrulega hundleiðilegir en jú, þetta alltaf jafn gaman og það alltaf eitthvað nýtt sem gerist sem að í rauninni heldum áhuganum hjá manni. Krakkar sem að ströggla við eitthvað, textloksins eitthvað sem að þau eru búin að ströggla lengi við, vatnsræddir krakkar fara í kaf og krakkar sem eru góðir í sundi bæta sig enn meira og svo styrkjast þau bara félagslega og þau þroskast heilmikið og mér finnst ofsalega gaman að fylgja þeim svona upp og fylgja þeim fyrstu sporin og vita það að þó að þau ætli ekki að verða keppnismenn í sundi þá geta þau sinnt alla sína ævi, alveg saman hvort þau slasast og lamast, veikjast, verða öryrkjar, fatlaðir, verða 100 ára. Það sund eina íþrótt sem getur stunda alla ævi, ef þú kannt að synda. Þetta svona að fá alhliða æfingum eða hreyfingum? Já, þú styrkir þol, liðleika, fimi, þannig að þú kemur inn á öll svið í íþróttaæfingum, en þú gerir það mjúklega. Þú sjálf sund kona, hvenær byrjaði þú að synda? Heyrðu, ég lærði hjá Kára Árna 6 ára, þá fór ég á sundnámskeið og var strax synd sem selur og í barnaskólanum kölluðu strákarnir mig selin. Mamma mín og pabbi átti ekki voða mikla peninga þannig að ég mátti bara fara í sund einu sinni á dag. Ég bjó nálægt Akureyrarlaug þannig að flesta sumardaga fór maður, reif maður í sig hádegismatinn og var komin upp í sundlu 12:30 og kom svo heim í kvöldmatt. Þetta ekki stórt ár í lífi Óðins? Jú, það má segja það. Við hefum núna 60 ára afmæli. Bærinn hefur svona misjafna leiðir til að fagna því. Þegar við erum 50 þá fengum við 1 platta til að hengja á vegg. Það var bara verst að við áttum engan vegg af því að við höfum enga aðstöðu til þess að vera neinstað nema bara í sundlauginni. En svo fengum við herbergi uppi á lofti í Laugagötunni sem að þjóna sem skrifstofur. En okkur vantar alltaf aðstöðu til þess að keppa og þjálfa og vera í. Við deilum henni alltaf með almenningi.
og almenningur náttúrulega samstarfsaðilar okkar með sundlaugar. Nýjustu fréttir frá bæjarstjórn að þessi sundlauga ætlar að loka fyrir almenning. Það ætla að spara, heilar 18 milljónir eða eitthvað svo leiðis, hef ég heyrt. Og þó það væri 35, þá væri mér andskotans sama. Ég er glöð sem skattborgari borga þess 35 milljónir eða hvað það kostar. Vegna þess að þessi laug mjög mikið notuð. Það bara held ég bæjarstjórn sem heldur að hún sé ekki mikið notuð. Og vissulega kannski sína skráningar hún sé ekki mikið notuð. En það líka vegna þess að hún náttúrulega á fullu, eiginlega allan daginn undir skólasund á veturnar og hér eru vefjagigtahópar og sundæfingar. En þegar almenningstími þá hér fólk sem syndir á mótnana áður en fer til vinnu og þetta á nú að vera heilsubær líka. Og það hérna fólk sem kemur klukkan 6, bæði til að njóta félagsskapar, til þess að styrkja sig og synda og láta sér líða vel. Og þetta fólk, margt hvert, ekki að fara í neinar aðra laug. Það velur ekki að fara í Akureyrarlaug. Það velur að koma hingað að því hér líður í vel. Og ég fullir það að loka hér þýðir bara yfirfærsla á peningum úr þessum vasa sem heitir íþróttageiri yfir í geira sem heitir félagsþjónusta eða heimahjúkrun eða eitthvað svoleiðis. Þetta ekki sparnaður, þetta bara tilflutningur á fé.